Sko, það sem að við erum þá með núna og það sem að við getum, við erum komið hérna með þetta get server set props, bara byrjum með það þannig að við getum alltaf fært þetta yfir í að vera að nota server set props er að við erum þá með einhverja forsíðu og við erum með einhver gögn sem við viljum sækja og við viljum birta á forsíðunni. Þannig að núna er það sem við viljum gera er að sækja þennan fréttalista, birta hann þarna og geta smellt á eina frétt og geta séð þá frétt. Þannig að það sem við erum þá að hugsa kemur inn í svona nokkra hluti. Það kemur inn í þetta að við getum þá nota TypeScript núna til þess að búa til þá típunar á móti þessum típum sem við erum að sjá í svarinu hérna. Þegar við sjáum að það er virkilega eitthvað, það er eitthvað búið til hér sem við byggum til hérna með því að fara í þetta hérna í þetta hér, að það er bara eitthvað ákveð sem getur komið hérna inn. Það er bara þessi titill, þetta date, þetta content og svo listi af þessum authors. Það er content modelið, þannig að það er það sem getur komið þarna. Þannig að það fer ekkert á milli mála. Við erum með endalegt mengi af því sem er hægt að skrá. Það sjáum við bara hérna, því að ef við reynum að sækja eitthvað sem er ekki hérna, þá fáum við bara villu og við getum ekki gert það, því þetta er allt saman vel skilgreint. Þannig að þá getum við sagt að það höfum við líka hérna og þá getum við sagt að við erum með eitthvað news og það ætlar að vera array af einhverju news. Þannig að við getum þá byrjað að hugsa hvernig er þá típurnar fyrir þetta sem við erum að vinna með. Og þá erum við að horfa hérna á news og það er með þetta meta og eitthvað UID. Þannig að við getum sagt það er hérna eitthvað meta, þá er eitthvað UID sem er eitthvað strengur. Það er einhver title og þá sjáum við hérna og þá er það þannig eins og í verkefni 6 að ég segi ekki nota any. Þá er þetta hérna tækifæri til sem við getum nota any, af því að þetta er í raun ákveðin struktúr hérna fyrir þetta til þess að geta birt til þess að geta birt rich text gögn. Þannig að ég fer hérna aftur, ég fer í ekki þetta, heldur þetta og ég ætla að segja hérna að þetta ætlar að vera í bold, þetta ætlar að vera linkur á eitthvað og vistum gefum út að þá koma gögnin, vísunin í þetta er í raun index inn í textan sjálfan, þar sem við segjum í raun frá 0. stagi til 17. stags á að vera innan strong, frá 7. til 9. á að vera hyperlink og þá að vísa á vefinn og þá að vísa nákvæmlega þessa hérna slóð. Þannig að þetta hérna túlkast yfir í element og við getum sagt fyrir þetta að þetta sé any, af því að þetta er í raun aðeins flóknari struktúr og við þurfum ekkert að hugsa hann. Þannig við ætlum að segja hérna samt að hann sé í raun Prismic Rich Text. Þó svo við ætlum að nota any, þá ætlum við að skilja eftir í raun leið fyrir okkur hérna, einhverjum tímapunkti fara út og laga þetta. Þannig að kosturinn við það versus að gera þetta svona er það að hérna veit ég ekki alveg hvað ég er að meina. Hérna er ég bara að meina hvað sem er. En með því að gefa þessu í raun típunu heiti og setja hana sem any, að þá get ég vísað í eitthvað sagt þetta er eitthvað, en það sem þetta er any núna. Það getur breyst í framtíðinni. Síðan höldum við áfram hérna, við erum með date og content. Date, það er bara string líka og content, það er þessi rich text og svona bara höldum við síðan áfram og getum fyllt út í þetta betur og eftir. En þá er alltaf að koma með eitthvað, það sem við erum í raun að segja, hérna er shapeið á þessu, þannig að þá getum við fara að nýta þetta eins og við skoðum hérna fyrir 2 vikum, við getum fara að nýta þetta til þess að senda þetta inn í einhverja komponenta og senda gögnin rétt típuð á milli. Þannig að við ætlum að vera bara hérna, heima, eða bara eitthvað, heim,
já, ég ætla nú bara frekar að segja export default function svona tökum þetta út. Hvað verið að hvað bara núna next page data já, ok, news fyrsta villan, ok bara, ok, notum það. Önnur villa hérna, element is not type. Next page svona ok, þetta þarf þá að vera kontekstu okkar hérna og það skiptir ekki máli hvað erum að gera hér. Ok, svona og þetta bara eitthvað sem getur ekki gerst nema hvart yfir því. Ok, en það sem við viljum þá gera hérna núna í raun eitthvað svona, ok, það áfram eitthvað fetch hérna sem við viljum á sér stað, þú veist, við erum í raun að kalla í eitthvað sem sækir þá gögnin fyrir okkur og ef það ekki response þá ætlum við að segja hérna bara 404, annars ætlum við að skila einhverju hérna og það ætlum þá að vera eitthvað news. Ok, þá það ekki skilgreind hérna, ok, við skilgrindum hérna svona og svona, þá erum við komið með eitthvað hérna. Þannig að núna viljum við geta fetcha eitthvað hérna. Þannig að það var það sem ég tók með hérna og það sem við höfum og við þarfum eitthvað að laga formattinguna á, maður sjá, svona, já. Og við þurfum að bæta við þessum hjálparföllum frá Prismic. Þannig við ætlum að sækja pakkana hérna sem þau gefa okkur og það eru ákveðnir hluti sem við þurfum að fá úr þeim. Þannig að við nota yarn, þannig að við ætlum að bæta honum við og við þurfum að fá ákveðna hluti, við þurfum að fá í raun hvað slóðin sem við ætlum að kalla í, hvað repoið okkar og hvað API tokenið. Og það sem við þurfum þessa hluti í raun þegar við búum til kallið, þá þurfum við að búa til einhvern client í gegnum þetta create client sem við fáum úr þessum pakka sem við vorum að sækja hérna og inn í hann þurfum við að setja access token af því að þá getum við sótt þess að vísun í eitthvað master ref sem í raun útgáfan, nýjasta útgáfan sem var til af öllu því sem við erum að biðja um. Þannig að við fáum tilbaka eitthvað ref hérna og ef við skoðum hérna master ref for the Prismic repository, master ref points to the repository's latest published content. Þetta vísar á að því við getum verið með margar útgáfur, við getum verið með útgáfur sem ekki komin út, með útgáfur sem kom út þarna en ekki lengur til staðar og refi vísar alltaf bara á þetta. Þannig við viljum bara fá það sem núverandi og til þess að geta gert það þá þurfum við access tokenin og síðan þegar við gerum kallið þá þurfum við líka access token af því að hún hérna aðgangsstýrð, aðgengið inn í repoið okkar. Flest GraphQL API eru með post, en Prismic notar get. Þannig að við sendum hérna method get með fetchin okkar, við sendum headerina sem eru þá með vísunni í þetta ref með tokenum okkar. Og hérna eitthvað svona heimasmíða token, en fínt. Síðan erum við með base url sem þá hvert við erum að senda þetta og svo queryið okkar sem þá bara það sem við erum búin að skrifa og síðan hugsanlega einhverjar breytur sem við erum að senda með eins og þegar við biðjum einhverja staka frétt og svo bara keyrum við þetta, ef það klikkar þá bara segjum við það klikkaði og custom þá villu. Ef við fáum ekki 200 þá skrifum við það út í console, custom villu og síðan tökum við eitthvað JSON sem þá
inniheldur eitthvað sem heitir data og skilum því sem einhver típa. Þannig að þá erum við að segja ef allt gekk eftir þá enduðum við með nákvæmlega þetta JSON og þá tökum við bara út úr þessu data gögnin og skilum þeim. Og þá hérna fyrir TypeScript þá erum við að nota typecasting hérna sem við erum að segja gögnin sem við erum að fá eiga að vera af típunu T þar sem típan T í raun kemur inn sem generic hérna. Þannig að við segjum bara eitthvað, ég ætla að fetcha eitthvað og ég ætla að skila þér bara sem þetta. En þetta í sjálfu sér hættuleg aðgerð af því það sem við erum að gera þarna að segja hvað sem inn í data, hvað sem það farðu með það eins og að sé af típunu T. Og þannig erum við ekki búin að staðfesta neitt að típan T sé eitthvað sem að gögnin passa við. Við erum bara að sörta að þetta sé svona. Og stundum gerum við það og þá vitum við bara gott að hafa því í huga að það getur hlutinum klikkað þegar ef eitthvað vantar og við erum búin að segja að þetta á alltaf að vera hérna news á alltaf að eiga author og author á alltaf að eiga name. Og svo kemur til að ég fæ einhvern author og hann ekki með name og ég reyna að segja author.name og ég fæ null pointer og fæ keislu villu út af því ég reyna að skoða eitthvað sem ekki til. Þannig að þegar við gerum þetta þá getum við í raun gert þetta svona. Við getum sagt bara eitthvað, þú ert T, treystu mér bara rest og TypeScript trúir okkur. Eða að við getum tekið bara gögnin sem við fáum tilbaka og við getum bara skoðað þau, bara áttu authors, áttu stak þar sem með name, name strengur, ok, þá það rétt. Og þá erum við svona að validata típun okkar og þá eru til dæmis bara einhver library sem gerir það fyrir okkur. Eða að við getum gert þetta svona og við getum verið mjög opin fyrir því að hlutinni séu ekki til staðar. Þannig að við horfum þá aftur hérna og horfum á þessa típu okkar að þá getum við sagt að bara allt sem við höfum hérna gæti mögulega verið undefined. Þannig að allt gæti í raun verið ekki til staðar. Og það þýðir þá að leið við förum að reyna að sörta inn í eitthvað og við gerum bara news hérna 0.content og þá segir TypeScript okkur að heyrðu, þetta gæti hugsanlega verið undefined. Þannig að ef við lendum í því að það sé undefined þá ættum við að hafa gripið það því að TypeScript búið að segja okkur að það sé typing-villa hjá okkur. Þannig að við ætlum að segja hérna að þetta kölluðum við hvað hér, við kallum þetta bara fetch from Prismic. En við ætlum að segja bara hérna fetch from Prismic á típunni page og við ætlum að senda inn eitthvað query og við ætlum að segja bara hérna query ætlar að vera einhver strengur, hann ætlar bara að vera þessi hérna strengur. Þannig að við ætlum bara að senda áfram þetta sem við vorum með, bara treystum því að þetta sé rétt hjá okkur hérna og setjum þetta svona nei, við ætlum að kalla þetta þá náttúrulega út frá þessu að þá sjáum við að við fáum náttúrulega fleiri gögn hérna, við fáum news og all news, þannig að við getum hugsalega búið til einhverja típu hérna sem héti bara Prismic Response. Prismic Response getur svo verið news sem að típunni news, hugsanlega óskilgreint og síðan all news sem að getur þá verið óskilgreint eða fylki af news. Þannig að þá erum við að horfa á þetta aftur hérna og þá erum við aftur að kallast á við þetta hér. Við þurfum reyndar að laga þetta var ekki rétt típa hjá okkur hérna þegar þetta flóknara en svo. En þá erum við að segja að þetta fragment að mappast við þessa típu hér. Þannig hérna þurfum við að flækja þetta af því að þetta aðeins flóknara mál. Þannig að þetta getur verið edges og inn í því getur verið node hérna edges og svo node. Þannig að edges eru array af einhverju hérna og þar node
news. Svona. Þannig þá erum við búin að svona búin að mattsa formið á gögnunum á milli. Og þá getum við sagt, ok, þetta er svona og nú sækjum við þessi gögn og ef við þá fyrir forsíðuna þá vantar okkur þessi all news. Þannig ef við kannski kallum þetta hérna eitthvað annað, result og segjum const all news er þá result og þá fáum við typing á þetta all news edges og þá fáum við fylki hérna og ef það er ekki skilgreint þá ætlum við að segja þá er fallbackið okkar að skila bara tóma fylkinu og þá sjáum við hérna að all news er þetta þannig að típan hérna sem er að skila okkur er hérna þetta fylki af node sem er news eða undefined. Þannig að þá þurfum við að hafa þetta í huga þegar við skilum þessu og þetta er þá það sem að fer inn í þetta hérna. Þannig að við fáum array af þessu þannig að við þurfum að skipta því út fyrir þetta svona og þá í rauninni eru típunar okkar áfram hérna að segja okkur núna það er ekkert content hérna af því að inn í þessu er annarkvort er node og það síðan getur innihaldið eitthvað. Tökum þetta út og þá getum við sagt hérna að við viljum í rauninni ekkert í neinum tilfelli skila eða 404 hérna þetta viljum við bara skila þessu sem er þá bara tóma fylkið. Þá getum við farið hérna og við getum sagt eitthvað section h1 fréttir h1 og svo lokum við því og inn í því hérna getum við sagt stringify bara á news og fullt af einhverjum millum en það hérna við leyfum þeim svo sem að hanga bara inni en þá þurfum við að ná í þetta hérna en þá förum við og búum bara til okkar env-skrá setjum þetta inn sækjum þessi gögn þannig að base urlið er þetta repoið er þetta og API tokenin hann þurfa að sækja inn í settings hér fyrir API generate an access token bara eitthvað web fáum hérna síðan access token kopja hann setja hann inn hérna og köllum þetta síðan env ok, þannig að nú skulum við sjá hvað gerist ef við keyrum þetta já, það bara sérum það þannig að wow this key already exists þetta var eitthvað mikið hvað erum við að sjá hérna áhugavert já nei sko, já, ég setti þetta ekki hérna þess að ég var að fá hérna Copilot hérna, AI coding eitthvað þeir eru, já, hann er hendur hættið hérna en hún var, ég sá sko að það var tillaga hjá henni, var eitthvað að gera eitthvað þetta er svona stundum er þetta svona, wow, áhugavert stundum er þetta líka bara eitthvað, hvað veit ekki hvað hann segir hérna sko nei, allavega nei, heyrðu, ég var ekki með að kveikta á, ég með bara að kveikta á í vinnutölunni nei, ég hef bara eitthvað í ruglunni hana ég er búinn að vera með gangi núna í einhverja 4 daga og það er svona þetta er áhugavert
Já, þetta var svona fullt svona, hún einhvern veginn pikkaði upp, gera eitthvað svona, einmitt svona typing vesen sem að var leiðilegt og hún vel spottað gafkvæl og þá einhvern veginn pikkaði hann upp það sem ég var búinn að gera sama hlutin tvisvar og fann patternið og stakk upp á því og það var svona wow, þetta var töff. Svo var ég að skrifa eitthvað komment og þá komum við bara með eitthvað á sænsku af því ég var búinn að pikka upp að ég var að skrifa eitthvað á íslensku og það getur verið líkt og eitthvað svona en síðan var ég að skrifa eitthvað svona ótrúlega leiðilegt fall sem maður gerir oft eitthvað svona 1000 separator í JavaScript sem er bara svona já ok, þú getur notað hérna to local string eða eitthvað svona en það er ekki stutt í öllum öfrum þannig að þú ert alltaf að vera með eitthvað sér og þá bara skrifa ég export function 1000 og þá bara autocomplete á hann öllu fallinu og ég bara enter og bara búið. Það var alveg cool sko og þá var það bara, svo fyrir að skoða það, þá var þetta bara svar sem var búið að accepta fyrir mörgum árum og margir búin að upvota á Stack Overflow. Þannig þetta er svona, við erum hægt og rólega að verða redundant hérna en ekki alveg strax miðað við það sem ég er búin að sjá. Þannig að nú sjáum við að þetta virkaði en við fáum núna í raun villur hérna, við sjáum að við fáum data null og einhverja villur og þá er það út af því að við sendum ekki þessa breytu sem að var í queryinu sem við vorum að segja að yrði að vera skilgreind. Þannig að við erum með þetta svona og út af því hún var ekki skilgreind þá var þetta ekki gútterað. Þannig að við fjarlægjum það, þá fáum við eitthvað annað núna. Já, annars þurfum við að setja eitthvað default gildi. Þannig að núna ætti þetta að koma sjá, var þetta ekki bara rétt og satt? Jú, flott er og þá getum við séð hérna vorum við, loggum þetta út og sjáum hvernig gögnin okkar líti út hvort þetta sé að skila sér ekki að skila sér og þá er bara hvar erum við að klikka, er þetta að koma rétt hérna, nú sé ég þetta ekki því þetta gerast á servernum og við erum að senda eitthvað annað þannig að ég fæ þetta rétt hérna og þá er spurning, er ég að klikka í þessu þannig að ég sé hérna result all news .edges ég er samt að senda þetta undefined þannig að sjáum hvað er með í þessu núna og hérna er svolítið bara svona hvað erum við með, hérna er þetta að koma rétt hérna er þetta svona þannig að hér fáum við fylkið okkar þannig að þetta ætti þá núna fara rétt yfir já, og hérna erum við þá með einhvern villan hérna var, og við kallum þetta news en hérna er þetta all news þannig að þá erum við þetta svona og svona og svona og svona og nú erum við komið með hérna og nú sjáum við í raun að við erum komið með gögnin það er kannski betra að skoða hérna í DevTools og þá erum við með hérna við erum með eitthvað sem heitir node og þetta er hérna object UID test2 authors engin author title test2 og nú erum við komið með gögnin þarna og nú það sem við getum gert er í raun annarkvort bara lúpa í gegnum þau öll hérna og birta þau eða við getum gert eitthvað svona container eitthvað sem að tekur inn í raun fréttirnar og spýtir þeim út þannig að þarna getum við síðan bara farið að vinna með það að vera með einhverja komponenta þannig að hvernig það bara hérna news sem við getum þá fært yfir í eitthvað annað á eftir það er þá bara news hérna og þá getum við hugsanlega hérna fyrir að koma svona hugsanlega ættum við að leysa úr þessu node news undefined og segja bara skila bara einhverju sem er bara með nákvæmlega news hérna hugsanlega ættum við að gera það hér í staðinn fyrir að vera að senda svona leiðindar hlutir sem vinna með bara leysa úr hann, setja eitthvað gott form sem fyrst og vinna þannig með hann í gegn
annars bara höldum við þessu hérna, við erum með þetta svona, skiljið það eftir sem bara eitthvað refactoring sem við erum að gera, og þá getum við sagt bara hérna return ul news map, og þá fáum við hérna sem sagt item og teljara, og hérna getum við svona skilað þá einhverju sem er með key, þetta er ítrun hjá okkur, og hérna lokum við ulinu svona, já, að því að við erum með svona ekki, hún er að kvart yfir því að ég sé ekki með, ég sé bara með return inn í hérna landafallið, þannig að hún vill bara ég einfalda það út, en hérna getur verið gott að gera svona og sagt, þú veist, title er item.node.title, þannig hérna er ég komið með eitthvað hérna, og ég tek hann og ég ætla að setja title, en ég ætla líka að vera með link svona, sem á að fara á sem sagt fréttina sjálfa, og þá þurfum við að segja item.node.meta.uid og svo lokum við honum, og þá fáum við núna sem sagt hluti sem hefur verið að benda á að séu ekki í lagi, og þá fáum við samanskapi hérna sko, út af því að það sem við fengum í title er þessi object sem að representar einhvern rich text, og þá lítur hann við ref multiple children passed. Já, ok, það var bara eitthvað. Þannig að þá er titillinn á þessu hérna formi, og þá er það út af því að þú veist, svona er hann að koma með þessum möguleika á að hafa einhver hérna bold eða eitthvað í titlinum. Þannig að það sem við getum þá gert þarna er að fara og sækja Prismic React helpers, bara Prismic React. Sjá, förum bara hérna, finnum þetta React, og þá eru þetta svona helperar sem að leyfa okkur að birta eitthvað eins og rich text eða úr þessum link fields. Ok, þannig að við getum bætt þessum gaur við, og þá fáum við til dæmis fall sem heitir as text, komum svo, sjá, var það í öðru projekti eða sjá, hvað er blessað dokumentationi fyrir þetta,
hérna. Það er bara Prismic Rich Text hérna. Svona. Það sem við endum með ég er ekki, já, svona það sé ekki þessi hérna sem ég vil vera að nota. Við erum actually með þessum breytum sem að skaffa því sem við viljum vera að fá. Sjá. Jú, þarna er þetta. Svona. Þá fáum við eitthvað hérna sem að actually make sense og lítur út fyrir að vera notað fyrir okkur. En þá fyrir hérna, þá á þessar síðu er ekki með neitt sem að grípur UID-ið. Þannig að þá í raun tekum við bara svipuð æfing þar, sem er þá í staðinn fyrir að sækja út frá þessu hérna, er að sækja út frá þessu hér og þarf þá að senda inn þennan UID hérna. Þannig að við bara afritum þetta í flýti og segjum bara hérna vil ég fá þá einhvern title á fréttinni sjálfri og fréttin sem slík á að vera bara eitt stag sem er svona. Þá þarf ég að fá hérna params og þeir þá eru það sem að representa það sem er verið að biðja í hérna kemur inn í query-strengnum. Þannig að UID-ið sem við viljum senda áfram er þá params.UID, maður sjá params hérna svona, sjá hvað gerist hér. Jú, params.UID þá getur ég senda áfram hérna. Þá tekur þetta fall við hérna einhverju variables sem er record, sem er það bara típa sem að er bara representar object. Þetta er þetta object sem er nákvæmlega með keystring og key value í sér. En þá getur ég sendt inn hérna UID. Þá sjáum við samt hérna, þetta er ok svona og þá er þetta í raun any, þannig að any er ásættanlegt gildi fyrir streng og streng, þannig að þetta fer bara þarna inn. En og hérna er þetta líka any, þannig að hérna er bara að vera að kvabba yfir þessu, bara að laga með að fara yfir þetta. En ok, þannig að þá getum við séð hvað kemur út úr kallinu okkar hérna og þá sjáum við að við fáum news og þá fáum við stakið okkar hérna og það er með UID-inu sem við vorum að biðja um, það er með einhverjum titli hérna og það er með einhverjum authors. Þannig að við getum sagt hérna að news stakið okkar á að vera bara result.news
eða null, og ef það er ekki news þá ætlum við að returna not found, og tómi props. Annars skilum við því, og þá getum við farið hérna í þetta og við getum sagt að as text news.title, og þá fáum við núna test 2, við fyrir tilbaka hérna og þetta er þá svona og hérna og þetta er svona, og svo gerum við með eitthvað sem er ekki til, og þá fáum við 404. Þannig að við erum búin að tengja þetta núna og núna passar þetta við þessar breytur sem við erum með þarna, og þá getum við sagt ennþá frekar hérna fyrir aftan bara eitthvað div sem við myndum þá stíla einhvern veginn til. Hérna getum við sagt prismic rich text, svona field, og þá segjum við news.content. Þá er ekkert content hér, en hérna vorum við með eitthvað content, og þá sjáum við hérna að við erum með allt í bold og frá settum við sem link, og án linkurinn fór yfir example.org. Þannig að þannig erum við með þetta. Síðan getum við farið hérna og núna búið til nýja færslu. Sagt, það er bara svona, við erum forritun, einhver dagsetning, og ég get bara farið hérna eitthvað í þetta, tekið einhvern bút úr þessu, paste hann hérna inn, ég leyfi þið bara alla content typur og vist á þetta, publisa, fer tilbaka og þetta dettur þá inn efst, þetta er þá með efstu dagsetninguna, og við service rendurum þetta bara við requestið og opna þetta, og ég fæ núna í raun þessu gögn hér. En, svona get ég þá bara haldið áfram, ég get þá búið til það sem mig vantar, hvort sem það er fréttir, síður, tengingar við notendur eða eitthvað. Sama með hérna, við viljum setja eitthvað hérna með höfundana, þá getum við sagt ok, heyrðu, það eru hugsanlega höfundar, og ef að svo er þá ætlum ég að birta þá. Þannig að news. Já, áttum við að segja eftir að skilgreina hérna. Ja. Authors er array af author sem er author, eða sem er person reyndar. Svona. Þarf ekki að gera þetta. Ég get líka sagt bara any hérna, og þá bara, gerist ekki neitt, ég segi bara authors, það er bara eitthvað, já, fínt, authors er hvað sem er, og þá get ég, setjum bara hérna, hendum þeim svona út, þá er það null hér, en fyrir þessi hérna færslu, þá erum við með 2, þannig að við erum með fylki af þessu, en þá getum við bara aftur eins og við vorum að gera með linkana eða listan, þar sem við fengum tilbaka hérna, getum við bara ídreið gegnum þetta og byrt það sem við höfum. Þannig að svona er svona verkflæðið þegar maður er að tengja svona hluti. Þetta er náttúrulega bara ein tilvik af því. Það eru fleiri til staðar og hvað sem við erum að vinna með. Við getum verið að gera þetta eins fyrir restþjónustur eða fyrir einhver önnur gögn eða hvað sem við erum. En það sem er rosalega þægilegt í þessu er þetta að vera með týpur á gögnunum, og núna þegar ég er búinn að vera eitthvað að hamast hérna og gera, þetta byrja að virka, þá er rosalega gott að fara tilbaka núna og horfa hérna og taka til eftir mig náttúrulega bara eins og er. Við erum góð í að hérna fylgja öllum svona reglum, sama hversu
svona kannski núansaðar þær eru. Hvað ertu? Já, ég er með sömu típu hérna og hérna. Þetta er svona eitthvað sem maður lendir stundum í, þannig að þá er spurning sko, hvernig á maður að vera kreatífur hérna. Við kallum þetta type, fara þá að laga hérna. Þetta er bara svona klassískt naming issue, og þá er það þetta að núna er ég hérna, og ef ég væri í raun ekki með titil og hann kæmi ekki, þá myndi ég fá villu hérna. Þannig að þá veit ég að ég, þú veist, bara ef ég set þetta svona, þá er ég að fara að uppfylla það að senda þetta rétt áfram. Nema, náttúrulega, þessi hérna segist taka við any, þannig að þá erum við að treysta á það að þetta fall kunni að taka við því ef þetta er null eða undefined eða false eða tala, og virki þar af leiðandi. Sama hér, ég get bætt við þessu og ég get farið og ég get þetta er get server side props, þarna props, laga þetta, þannig að þetta sé rétt típað, og sama með forsíðuna, að fylgjast með því og sjá sko, hvar eru þessi möguleikar á því, eins og hérna. Hvað ef það er ekki þetta UID? Þá er alltaf gott með að vera með þetta hérna, getur við sagt, ok, ef það er ekki titill, if bara ekki titill, þannig að undefined eða tómustrengurinn, þá viljum við bara gera return null, af því að það þýðir ekki að vera að birta færslu sem á ekki titill, af því að það er bara óskilgreint fyrir okkur. Sama hérna, þá getum við sagt að þetta sé eitthvað UID hérna, og við getum gert svona, og við getum þá gert þetta svona. Leifum þess að vera með underscore dangling, og þá getum við sagt ef það er ekki title eða UID, við þurfum bæði til þess að geta birt link, þá viljum við bara ekki birta neitt. Og sama hérna, þetta getur verið undefined, þannig að þá getum við sendt inn default fylki, þannig að við getum tekið þetta út, og hérna getum við tekið til bara og gert þetta snyrtilegt hjá okkur. Sjá, við getum bara gert svona og fengið bara mikið af lagfæringum, svona og svona. Og svo náttúrulega hérna erum við farin að endurtaka okkur, þannig að það er oft gott að fara bara að búa til eitthvað sem heitir bara types.ts, þar sem við getum co-locata eða sérað á milli skráa þessum típum sem við erum að vinna með. Þannig að við tekið þetta bara svona og farið hérna og svo bara exporta þessu, bara alveg eins og við gerum með ESM. Lögum þetta svona, þá losnum við þessa tvíttekningu, eða það að vera að þeir verðum ekki lengur að importa öðrum hlut sem heitir það sama á sama staðinn. Þannig að með því að hreinsa þetta til svona, þá erum við að einfalda hlutina fyrir okkur. Hérna vorum við með authors, við getum farið hérna, þessu bættum við hér. Núna fáum við fleiri villur, af því að við erum í raun ekki með típunar hérna, þannig að þá getum við farið og importa þeim. Svona. Það er ekki lengur að nota þetta, nei. Svona getum við bara haldið áfram þangað til að við erum svona bara búin að uppfylla allt og búin að hreinsa allt til og erum bara með solid kóða. Þetta er eitthvað news container, þannig að þetta verður alltaf skemmtileg vinna, þar sem ein lagfæring lagar eitthvað annað ef maður gerir þetta ekki jafnóðum. Þetta er ekki lengur notað, þetta er eitthvað bilað þarna, þannig að það og importa þessu hægt og rólega er þetta verið í lagi hjá okkur. Þetta
Setja any bara til þess að losna villuna. Ætti ekki að vera any hér. Nú allt orðið grænt, allt orðið fínt og nú getum við bara farið og við getum bara farið inn á GitHub og hent í þetta Skulum færa þetta út úr þessum vitlausa stað sem þetta er á. Þetta er fólk. Sådan. Og sen skrifa ég þá hvar vil ég setja þetta bara á Vercel. Svona og deployum þessu. Eitt sem við gleymum hérna reyndar er að horfa á annað sem ég gerði núna sem var að committa þessum token. Þannig ég er búinn að committa núna lindamáli sem er aldrei gott. Þegar þetta vantar hérna. Ok. Svona. Tökum þetta hérna svona. Svo. Hvað ferð þú ekki út? Allavega. Við erum komið þetta hérna og við getum farið að skoða þetta og út af því að við settum þetta upp þarna. Við erum með þetta, M-skráin fór með inn þar sem virkar þetta. En ég get farið hérna og þetta er bara deployað og þetta er í raun bara tengt núna öllu leyti. Þannig við erum búin að taka þetta frá A til Ö. Og það sem er í raun vitlaust þarna er í raun hérna vantar að fara inn og setja inn rétt þarna í staðan fyrir að vera með þetta í env-breytunni. Þannig að ég ætla bara að fara hérna og tilbaka. Þannig að það gerist ekki neitt af því að þegar maður gerir svona óvart þá ætti maður yfirleitt alltaf að hafa einhverja leið til að fara og gera svona og revoka á tokeninn. Þannig að hann er ekki lengur til. Þannig að nú er búið að eyða honum, þannig að þó ég hafi lekið honum hann út þá er hann bara núna ónothæfur. Þar af leiðandi ætti þetta hætt að virka einhverjum tímapunkti þegar tokenið rennur út. Já, núna. Þannig að þarna erum við á sama skapi. Við erum ekki að meðhöndla það að tokenin hafi verið vitlaus. Þannig að þá fáum við bara 500 vitlaus. Það er aftur hvernig erum við að byggja svona robustness inn í þessu sem við erum að búa til. Ok, þannig að þá er ég búinn að fara yfir þetta og þetta var svo sem ég ætlaði að vera með í dag. Ég veit ekki hvort þið viljið gera eitthvað meira, spája eitthvað meira, eitthvað sem að Ég var að undirbúa lesinu með við að virka eitthvað með Next. Við býðum bara til og basis.ur í Já, sko, verður það að vera einnig gett starta pass?
þið gett server, sagði. Já, það er reyndar eitt sem ég held ég hafi ekki minnst á, sem sko ef að við erum með þetta hérna svona, þá erum við að segja að þetta er í raun, þetta er svona env secret, þetta eru hluti sem við viljum ekki að leki út. En svo erum við með, alveg sem með create reatab, þá þurfum við að skýra það svona sérstaklega, þá þurfum við að skýra þess að next public foo er bar, og með það að gera það, þá er það signal að embedda þessu á framenda. Þegar við keyrum núna dev, þá segir hún hérna loaded env from, og þá vitum við að hún var að picka þetta upp. Ef við förum þá á síðan okkar, sem er það líklegast brotinn. Nei, hún leyfir okkur ennþá að sækja þetta, en ok. Þá get ég sagt bara hérna process.env. Svona fréttir bar. Eitt með þetta síðan er að þegar út af því að núna erum við með því að nota þetta hérna að vera með einhvern svona server-side part, þá erum við að leyfa okkur að hafa einhver leyndarmál. Þannig að við köllum í þetta hérna og við erum ekki að expósa því hvar við erum að sækja þessu gögn. Þannig að fyrir þann sem heimsækir innan VF okkar, ef við erum búin að klára og gera eitthvað voða fínan, þá veit enginn hvað er hérna bakvið. Það er bara einhver gögn. Hvernig þau eru sköffuð tilbaka er bara transparent. Fyrir utan það ef við fyrir að skoða, og við skoðum núna, fyrir aftur í Chrome-in okkar, að því er lekið samt að við séum að nota Prismic. Ef einhver fyrir að skoða hérna, og sérstaklega ef að það er eitthvað svona, þetta er reyndar út af því að copy-paste eitthvað, en ef við erum með myndir, þá fara myndirnar í gegnum prismic.io mynda-cdn-in. Þannig að þá er hægt að sjá, ok, þú ert að nota þetta. Þannig að það er til dæmis, einn eða tveir til dæmis, sem við setjum upp í Prismic. Ef við leitum hérna, þá er hérna, myndin er hérna inn á images.prismic.io. Þannig að það sjáum við þetta, en að sama skapi samt erum við að taka aftur þessi gögn sem við erum að hydrata og setja þau hérna inn. Þannig að hérna sjáum við að það er svolítið slatti af gögnum sem er að fara á milli fyrir þetta hydration ferli sem á sér síðan stað. Og þegar að, og í þessu er samt ekkert verið að leka neinu, það er ekkert þessi lyklar eða hvert við erum að sækja gögnin, það kemur ekkert fram. En það sem gerist þegar það er bildað er í raun að bildferlið tekur alla strengi sem eru nákvæmlega á þessu formi, process.n.nextPublic _ eitthvað, og string replacer þeim með gildinu úr env-skráni. Því þá í raun að klientinn hefur enga leið til að dýnamíst lesa upp breytt gildi eftir að bildið átti sér stað. Þannig að ef við breytum þessu á servernum, þá þurfum við að rebuilda til þess að það taki gildi út í því að brent inn í bildferlinu. Og þetta er svona, skiptir mann engu máli, þangað til allt í einu þetta skiptir mann máli og maður er eitthvað, ó nei, og það er að gera þetta, en þannig er bara útfærslan. Það var líka eftir að gera eitthvað að exporta í config. Já, já. Er það sama saga að það sparar á bild? Já, ég held það, af því að það er ekkert, ég veit ekki hvað er, að öllum líkindum út af því að þetta er bara kóðið sem keyrir á einhverjum tímapunkti. Þetta er alltaf þessi spurning, hvar set ég eitthvað sem keyrir alltaf, hvert request. Það er yfirleitt ekki gert í svona config málum. Já, ég man ekki hvort það sé eitthvað meira sem ég hef lent í. En þetta er náttúrulega bara, svo er þetta bara tól
sem tól, þá er það bara maður þarf að læra þetta tól. Það fylgir okkur reglum og hefur ákveðið documentation og það hefur líka eitthvað limitation sem maður síðan finnur þegar maður byrjar að nota. Já, ég ætla bara